Komið sæl og blessuð, velkomin í Bridge-þátt samstöðvarinnar. Í dag ætlum við að huga að hinu félagslega, vináttunni meðal spilara. Ræðum við Ingibjörgu S. Guðmundsdóttur sem á sér nokkuð langa Bridge-sögu og hún spilar í ML-sveitinni sem við mörg þekkjum. Og svo hér Magnús E. Magnússon, landsliðsspilari, Bridge-kennari og hvað maður að segja, maður í nýju hlutverki, hvað var það að lýsa beint viðureignum í úrvalsdeildinni, NetBridge. Komið þið sæl og blessuð bæði. Já, blessaður. Sæll. Ingibjörg, þú stóðst í stórræðum, þessi þáttur tekin upp á 50. 50. 11. september og í gærkvöld var silfurstigamót, sumarbritsmót og þér tókst þar að vera á topp 10, enda á topp 10 og þú og Stallaðinn, þið eru einu konunnar þarna á topp 10 listanum. Já, takk fyrir, já, þetta var skemmtilegt mót og það bara gullaði svolítið á okkur Sólveigu í gærkvöldi. Einmitt, hún er Jakobsdóttir, hún Sólveig. Já. Hérna áður en við förum lengra, ertu með einhverja skýringu á því að það gengur pínu illa að svona kynja jafna árangur þegar bæði konur og karlar keppa? Ég veit það ekki, ég held að konur forgangsraði öðruvísi. Það spila ekki eins mikið og við förum kannski svolítið seint inn í Bridgeið. Flestar erum með vinnu og heimili og allt þetta og hérna ég byrjaði nú ekki að spila keppnisbridge fyrir 2006. Já. Á Ísafirði, þá var ég þar einn vetur En varstu þá búin að, voru það áratugir sem þú hafði lært spilið? Já, ég lærði það sem krakki, í sveitinni í Dölunum. Og hérna, ég verið svona 11-12 ára þegar við vorum dregin systkinin af borðinu þegar vantaði 4. mann. Já. Gamal kunnugt stef á heimilum landsins. Og þar lærði ég þetta, svo spilaði þetta ekki mörg ár. Ég byrjaði að spila svo aftur, 76, þá dróðu Sólveig Jakobsdóttir mig inn í svona kvennabridgesveit og það var bara spilaði í heimahúsi. Og við hittumst alltaf hálfsmánaðarlega í fjölda ára. Þannig að En það gætu verið svona einhverja félagslega skýringar að andríki kvenna hafi verið meira og það hafi kannski verið, kallarnir hafi fengið að vera kálfarnir sem fengið að hlaupa lausir á kvöldin og helgar en þyngra fyrir konur kannski. Já, ég hugsa að það sé nú svolítið skýring, En svo kannski erum við bara ekki eins klárar, ég veit ekki. Jú, þau eru alveg pottþétt eins klárar. En það er líka spurning, hvernig þið hvernig svona viðmótið það er kannski svolítið erfitt að stíga inn í heim sem hefur verið svona undirokaður af körlum, Já, mér finnst viðmótið svo miklu betra núna heldur en það var. Til dæmis að vera í mótum. Og þegar ég byrjaði að spila þetta keppnisbridge á Ísafirði, ég var eina konan. Það voru kallarnir þarna og við spiluðum þarna á frystihúslofti. Og mér þótti þetta bara mjög skemmtilegt. Ég einhvern veginn smittaðist af þessum áhuga á því að það væri nú gaman að taka þátt í mótum. Þannig að, já. Heyrðu, Maggi, þú áður en við höldum lengra, ert þú með svona eitthvað innlegg inn í þessa umræðu? Sambandið við kynin og árangur og menningu. Ég sá til dæmis Carlsen vera að tala um þetta með skákina, þetta er að svipa þar og sennilega er þetta nú eiginlega svona bara sósíal, hvað maður leggur áherslu á við ungan aldur. Það er náttúrulega alltaf í öllum svona hugaðum sennilega best að byrja. Þá er hausinn á þér svona skarpastur og byrja snemma, og kannski eru öðruvísi svona forgangsröð hjá strákum en stelpum, það er nú bara þannig. Þetta er ábyggilega stór partur af því, Já. Svo gæti þetta verið eitthvað sem við skiljum ekki, sem við vitum bara ekkert um. Nei. Það er bara heyrinn okkur eins og flókin. Maður veit þetta ekki, en ég held að þetta sé samt stærsti parturinn. Við höfum átt alveg ótrúlega góða kvenspilara eins og
Sabine Senkel frá Þýskalandi, ég meina hún alltaf að spila bara í opnu flokki. Og þessi frá sænska núna sem er vísu hollensku sem spilir sænska landsliðinu sem var að fá 3. sætið á Bermudaból, hún náttúrulega bara toppspilari í heiminum, þetta alveg til, ég meina. Hjördís Eyþórsdóttir? Já, hún það líka skilur, þannig að en hún ekki verið að spila í opnu flokki kannski, hún verið að spila í kvenna. Þannig að þegar það gerist, þá lítur að segja manni sko að það hægt, þannig að það kannski eitthvað bara þannig í byrjun, ég veit það ekki. Já, mig grunar að sé einhverja samfélagslega skýringar á þessu. En sko, hefurðu upplifað að þið varst að tala svona söguna áðan, stundum hefur rætt að viðmót gegn bara nýliðum, þeir sem ekki allt og langt komnir að það hefur kannski verið neikvæðari fyrir nokkrum áratugum heldur en í dag. Það allavega ekki lengur neinir stælar eða leiðindi gagnvart nýliðum og konum í þessum heimi. Er það ekki rétt hjá mér? Það alveg rétt hjá þér. Þetta bara allt annað umhverfi sko. Ég man alveg eftir því þegar ég var að byrja að spila sko að það var verið að kalla á keppnisstjóra og það var verið að biðja skýringar á sögnum og svona og manni var stundum tunga tönn og þannig að viðmótið var svolítið erfitt en maður lét sig hafa það. Kannski kallað á keppnisstjóra sko í þeim eina tilgangi að ná árangri, fá skori breytt eða eitthvað svoleiðis og parið sem var verið að ræða vissi ekki einu sinni hvað var að gerast, hvað þá að það hefði mögulega gert eitthvað vitlaust af sér. Já, mér fannst þetta oft hljóma þannig að það var bara verið að reyna að stuða mann. Já, stuða mann líka. Og setja mann svolítið úr jafnvægi. Einmitt, sem er mjög góða punktur því ef maður ekki með sjálfstraust og ef maður ekki sæmilega jafnvægi, þá virkar hausinn á manni ekki sem skildi. Nei, það bara þannig. Já, það bara þannig. Svo sjóast maður í þessu og hugsa bara já. Maður lætur sig hafa þetta og þeir geta bara verið að kalla í keppnisstjóra mín vegna. Já. Heyrðu, Ingibjörg, ég ætla að ræða við þig ML-sveitina eins og ég nefndi þarna í inngangnum aðeins síðar í þættinum. Já. En Magnús, þú hefur staðið í Ströngu undanfarið og nú þessi þáttur er sýndur 5:00 á sunnudegi. Og þá verður þú búinn að taka þátt í 2 beinum útsendingum, sjónvarpi Símans. Við erum að tala úrvalsdeild. Úrvalsdeildina. Netbridge. Svona Twitch, YouTube, Síminn. Þetta er hægt að sjá þetta á mörgum stöðum. Já, hvernig upplifðir þú að fyrsta útsendingin gengi? Við getum ekki talað útsendingu 2 því hún er ekki orðin að veruleika þegar við spjöllum saman hér. Þetta var svona bara nokkuð smúð, myndi ég segja. Ég horfði nú á þetta eftir á og sá að maður hljópa hans á sig en annars bara var ég nokkuð sáttur með okkur. Sko 14 spiluleikir. Já, þetta þarf að vera innan einhvers tíma. Það er ekki bara að halda áfram. Nei. Og bridge, eins og við vitum, þetta er sko þegar maður er að spila bridge-mót þá er þetta oft 4 daga mót og svona, þetta er rosalega langlokur. Það er ekki takt í sjónvarpum. Nei. Þannig að þetta formið er bara, við spilum bara, reynum að hafa þetta innan við 2 tíma. Já. Og þá er svona 14, 15, 16 spil algjört hámark í því. Og svo bara erum við með 8 sveitir. Núna höfum við þetta sem boðsmót og ef við náum að byggja þetta upp, sérstaklega að fá sponsora til þess að þetta kostar allt pening og það hefur gengið ekkert rosalega vel en þetta er alltaf á byrjunarreit. Já. Vonandi náum við að vinna í því og þá kannski höfum við þetta í einhvers konar deildarformi þannig að menn detta út, komast inn og svona svona allt í ígerð, við veitum ekki alveg hvernig þetta verður. Nei. Þetta verður allavega fram á jólum og 11 skipti, þannig að það eru 10 skipti eftir. Einmitt. Það hefur verið lifandi umræða þetta framtak á svona þessum bridge-vettvangi sem við höfum. Það er bridge-spjallið á Facebook, nokkuð öflug síða og Bridge-samband Íslands er líka með síðu
og svo kannski eitthvað á svona tölvupóstum einhverskilabúðum sem að hefur komið á daginn. Ein athugasemdin að það þurfa að setja einhvers konar tímahámark á hvert spil. Það sé ekki gott sjónvarpað og erfitt fyrir þá sem að lýsa leiknum að einn maður hugsi sig í 8 mínútur. Það kannski eitthvað sem við höfum átt að hugsa fyrir en við kannski lögum það. Já. Ég kannski sendi skilaboð og spila hana aðeins að passa sig í þessu sko. En það rétt, það ekki gott sjónvarpsefni. Að það geti mögulega hist þannig á að það komi örlítið niður á gæðum spilamennskunar. Já, einmitt. Af því að þarna þarftu að halda áhorfendum við efnið. Það þarf að vera einhver framvinda, einhver atburðarás. Einmitt, en við náðum nú bara bull okkur út úr þessu sko. Þessar 7-8 mínútur við leystum það. Já. Sko, hafðirðu gaman að þessu? Mjög svo, já. Ég áður fyrr sko, þegar ég var yngri þá var sem sagt koordinatorinn á Brits Space sem stærsta síðan okkar í Brits. Hann Dani og ég þekkti hann aðeins og hann fékk mig alltaf þess að lýsa leikjum á netinu. Já. Og þannig að ég hefði gert það mikið en þá náttúrulega bara með rituðu formi sko, það var ekkert komið svona kamera á það sem komið núna á Brits Space sko, þannig að svo þegar voru að lýsa heimsmeistaramótinu þá voru menn að tala inn á svona. Þannig að ég hef gert þetta áður og við fannst það gaman þá líka, þannig að það svo margt skemmtilegt sem getur gerst og svo þetta svo allt annar sjónarhól þegar þú sérð alla 4 hendur heldur þegar þú ert að spila sko, þannig að það smá líka svona að maður þarf að passa sig sko að þetta nú ekki alltaf svona létt sko fyrir spilarana sem sjá náttúrulega ekki öll spilin sko. Af því vorum að tala kvennabrits áðan, það ein valin kvennalandslið held ég, Ingibjörg í þessum móti. Já, ég hef ekki séð þetta, ég eiginlega veit varla hvað þið eru að tala um. Ég þarf að skoða þetta. Hvernig sér maður þetta Maggi? Það bara Brits spjallið og fylgjast með það sem Matti postar á Brits spjallinu. Hann sendir linka og það hægt að sjá þetta á 3 vegu. Það sem gekkvísu ekki velvíst, það var útsendingin á símanum á rafstöðinni. Það hefur verið eitthvað rugl á símanum, það var líka þarna í sambandi við fótboltaleikin í vikunni, þá var við að segja. En þeir sem hafa sjónvarp símans, þeir ætti að geta horft á þetta. Getur maður horft á þetta eftir á? Já, það er bara YouTube, bara eins og þennan þátt, þetta er bara allt koma á YouTube líka. Ég horf þetta gegnum það, sko. Já. En það ekki rétt skilið hjá mér að ef þú ert með sjónvarp símans, þá áttu að geta farið þarna rafíþróttahnappinn. Já, það var sem að flesti gerðu og svo bara kom ekki neitt. Við duttum ekki inn fyrir í 10. spili, mjög leiðilegt. En ég veit að svo heima, þá var mamma og pappi og systir mín, þau voru að horfa á þetta og hún náttúrulega svona kannski aðeins yngri kynslóðinni, hún fór bara á síðuna og kom staði hvernig hún gæti séð þetta og tengdi það bara í sjónvarpið þannig að þau náðu þessu öllu sko. Fallir farar heill. Já, þetta verður betra næst vonandi á morgun. Já. En eru þetta ákveðna sveitir í þessu að spila? Já, Maggi skýrði þetta eins. Já, við völdum sko, við fórum aðeins yfir þetta sko og við vildum nú hafa þetta svona smá blanda, kannski ekki að velja bara bestu sveit til landsins sko. Þannig að við tókum svona þann pól í það að hafa svona smá fjölbreytt. Landsbyggðarvinkla? Já, það mun ég reyna að hafa allavega 2 landsbyggðarsveitir alltaf með í þessu. Já. Mér finnst það alveg möst, sko. Það er eitthvað að verða að væla út af nafngiftinni, Tíma Akureyri. Mönnum finnst það ekki allt of íslenskt og ég sá það í einhverja athugasemd frá austanmönnum. Þeir vildu ekki vera að kalla það Tíma Austurland. Þeir voru ekki sáttir, en málið er það að þegar þú ert með svona uppsett eins og hjá þeim, hann í raf, þá vil ég hafa þetta svona í logoformi, ekki nöfnum. Þannig að þeir vil ekki sjá bara sveit Sigurðar Ingimundarsonar eitthvað svoleiðis. Það þarf að vera eitthvað svona þannig, catchy eitthvað svona. En þetta skref er liður í þeirri viðleitni að
hvað maður að segja, svona þróa spilið, gera það notendavænt í gegnum notendavæntna í gegnum internetið, svara kalli tímans. Einmitt, þetta bara eitthvað sem við þurfum að fara út í. Já. Held það. Já. Og við höfum val viðhorf gagnvart tæknin og gagnvart þeirri þróun sem verið hefur. Við getum bölvað í að þeir sem áður mættu í félagsstarfi, þeir sitji bara heima hjá sér við tölvuna og spili netjafnvel við einhverja róbota eða nýta okkur tæknina í þá spilsins. Það ekki einhvern veginn þannig, Ingibjörg? Jú, ég er nú stundum að spila BBO, þá sitt ég nú bara einn heima og spila við einhverja út í heimi. Já. Án og ágætan vin í Bandaríkjunum sem ég spila oft við. Já, skemmtilegt. Og við spjallum líka á þessu neti og ég þekki hann ekki neitt en okkur gengur vel að spila saman. Þannig að þetta er skemmtilegt líka. Já. Og kannski er þetta eitthvað sem að kveikir í yngra fólkinu sem er daldið í símónum og á netinu að taka þátt í, ég veit ekki. Þannig að þið hafði aldrei hist, þú og þessi bandaríski spilari? Nei, aldrei. En líður þér eins og það sé kunningsskapur orðin á milli ykkar? Já, mér líður þannig. Já. Eigum við aðeins þá að taka þann bolta að ML-sveitin. Já. Þetta hefur vakið áhuga minn að sjá ykkur þarna. Eru þið 6? Já, við erum svona, við höfum nú verið svona heildina talið sko upp undir 8 sko. Já. En svona 6 að jafna því. Já. Og eigið þið það öll sameiginlegt að vera nemar fyrirverandi í menntaskólanum á Laugavatni? Fyrir áratugum. Fyrir áratugum. Já. Og við erum sem sagt svona flest sko skólasyskin. En þá erum við aðeins undantekninga, það eru koma aðeins yngri inn þannig. Já. En svona þessi gamla ML-sveit sko, við vorum öll á árunum þarna milli 60 og 70 í menntaskólanum Laugavatni. Einmitt. 1960-70. Já. Hvað er langt síðan þið fóruð að keppa undir merkjum ML-sveitarinnar? Já, ég spurði nú Sigmund Stefánsson sem er nú foringi okkar hvenær ML-sveitin hefði verið stofnuð. Ætlaði ekki verið í kringum 2010, sagði hann. Já. Og ég kom, Guðmundur Birkir, vinnur minn, hann dró mig inn í þetta kannski 2015, 16, eitthvað svoleiðis. Og ég er nú eina konan í þessari sveit en þeir eru yndislegi vinir, þessir vinir mínir, þessir menn allir. Og geta allir spilað við alla? Eru þið með eitt kerfi? Já. Nei, það er nú ekki eitt kerfi. Ég spila nú mest við Guðmund Birki en ég get spilað við hina líka. Já. Og þetta er bara svo góð félagskapur. Já. Og við erum að fara á mót út á landi, okkur finnst það voðalega gaman, förum alltaf á landsmót 50+, gerðum nú góða hluti síðast, fengum silfrið í því móti. Glæsilegt. Það var haldið á Ólafsfirði. Já, einhvern tíma rakst, afsakaðu, ég ætlaði ekki að gripa fram með fyrir þér, en ég rakst líka einhvern tíma á okkur á hörku stórmóti sem var haldið á Siglufirði. Já, við fórum þangað meðan það var haldið, sko. Já, einmitt. Já, þá bara leigjum við hús og erum saman í þessu og við höfum farið, á þessi landsmót og svo hefum við nú svona hluta okkur farið á mótið á Hala, hangikjötsmótið, saltkjötsmótið, hrossakjötsmótið, svo ég tali nú rétt, sko. Já, einmitt. Ég hef aldrei farið þangað. Er það ekki skemmtilegt mót? Það er mjög skemmtilegt, svona félagslega mjög skemmtilegt. Já, einmitt. Og svo vorum við Guðmundur Birki vorum að borga fyrir Eystra núna daginn. Já, á skúlamótinu. Á skúlamótinu, já. Fórum það líka fyrir. Segðu okkur á því, var það ekki skemmtilegt mót? Jú, það er bara mjög skemmtilegt. Það var vísu ömurlegt veður. Já. Við ætlum nú að gera meira úr þessari ferð heldur var það, því að það var bara þoka og rigning. Við ætlum að fara í Lánmundafjörð, en tókst það nú ekki. Nei. En þetta er bara gaman að vera þarna og þetta er alveg ótrúlega sjarmerandi félagsskapur. Já, og það eru þessi ferðalög sem að og einmitt samveran og vináttan sem að eru kannski megin ástæði þess að þú
tekur þátt í bridge eða hvað? Já, það er núorðið sko. Maður hefur engar ambisjónir í að fara í í landsliðið eða eitthvað svoleiðis, sem að ég var nú einu sinni sko, og Magnús, sessunöndi minn var að þjálfa mig. Svo datt nú botnin úr því í COVID alveg, þannig að við vorum ekkert meira með það. Það er nefnilega hægt að nálgast þetta spil frá svo mörgum sjónarhornum. Þú getur bara nálgast það sem leik og félagslegan leik og þú hittir vinið þína og það er rosalega gaman. Og svo getur ákveðið að reyna að fara aðeins lengra og bæta ofan á og hafa meiri metnað. En sko það sem mér finnst að breyst er að mér finnst núna að sko hann er ekkert rétt hærri í keppni, sko þessi rosalega sterki góði spilari sem er kannski hundleiðilegu líka hann er ekkert rétt hærri núna heldur en bara nýliðinn fálmandi í góðu skapi. Mér finnst þetta hafi svona mér finnst þetta hafi breyst einhvern veginn hvernig bæði við umgöngumst okkar spilasali og spilamenningu og með þeim kostum og göllum kannski sem því fylgja. Þetta var svona meira elítu sport, hinna sterku og bestu. Já, það er náttúrulega, þeir þurfa líka að vera sko. Þeir þurfa líka að vera. Og þarf að vera metnaður í þessu, en félagslegi þátturinn er mjög mikilvægur og bara eins og þegar maður er hættur að vinna og eins og ég bý ein sko. Ég að halda bridgekvöld heima hjá mér. Já, gerur það. Það eru kannski mæta svona, við erum 8, spilum á 2 borðum og það er sveitakeppni og ég er boðin til vinna minna í svoleiðis og þetta eiginlega byrjaði nú svolítið með henni mikilli vinkonu minni sem ég eignaðist í bridgeinu, Huldu Hjálmarsdóttur. Hún var svo dugleg að bjóða svona heim til sín í spil og blessuð sé nú minning hennar. En það var einstaklega skemmtilegt að spila við hana því að hún var svo, hún hafði keppnisskapið en var alltaf samt svona gleði og hlátur með. En hvað er þetta með sko skólameistara og ykkur þarna þennan hóp ML-sveitina? Þú varst skólameistari bæði á Ísafirði og Kvennaskólans. Já, aðalega Kvennaskólans. Já, lengi, er það ekki? Jú, ég var í 16 eða 17 ár. Einmitt. Og þú nefndi Guðmund Birki. Hann var skólameistari Framhaldsskólans Húsavík. Já. Eru fleiri skólameistarar í ML-sveitinni? Nei. Þetta er rosalega hátt hlutfall skólameistara hérna í Bridgesveit. Fyrirverandi. Fyrirverandi. Já. Hann dró mig nú inn í þetta Guðmundur Birkir. Við höfum alltaf verið mjög góði vinir sko, því við vorum nú sem sagt skólasystkinn og svo hittumst við ofta á þessum skólameistara samkomum í gegnum starfið sko. Einmitt. Nú ætla ég að víkja talinu að þér, Maggi, af því við vorum að tala Kvennaskólann. Þar ert þú að störfum þessa dagana, ekki sant? Já, ég byrjaði þar í síðustu viku og er þar á miðvikudögum og fimmtudögum. Kenna nemendum bridge? Já. Áfanga, val áfangi. Þriggja eininga áfangi. Og hvernig er? Það er bara mjög gaman, sko. Eru þessi krakkar að koma frá heimilum þar sem að spilastokkurinn hefur verið sýnilegur? Já, ég náttúrulega spurði strax þar í byrjun hvort þú hefðu spilað einhvers konar spil til að taka slægi eins og manna og kana og vist og svona og þá hafði allir gert það. Þannig að það er greinilega engin skráði sem vissi ekkert hvað spil var. Sko. Nei, ég veit. Fekk við svo að heyra það í gær frá einni að manni væri miklu skemmtilega að spila í bridge, það var mjög gaman, ég var eiginlega orðlaus sko, ég vissi ekki alveg hvað ég átti að segja sko, mér finnst manni líka mjög skemmtilega að spila sko. Já, ég saman það. Þannig að maður þarf að glíma við ýmislegt. Já. En það er mér finnst það gefandi, það er bara svona eldist. Já. Ég gerði þetta líka þegar ég bjó í Svíþjóð, ég fór í tekniska högskólan, tekniskólan í Svíþjóð. Já. Og var vísu með meira svona opið hús sko, bæði skák og bridge. Já. Og svo vorum við með opið hús á föstudögum fyrir krakka líka og svona. Já. Þannig að ég nú aðeins gert þetta áður, en þetta er mjög gefandi, já, ég myndi segja það. Það er bara frábært, það
til séu ungi krakkar í framhaldsskóla sem Mér finnst þetta bara alveg stórkostlegt að hann skulle vera komin í gamla skólan minn að kenna bridge. Ég reyndi þetta einstaka sinnum þarna að bjóða upp á þetta á Tjarnardögum sem voru svona opnir dagar og fékk stundum svona nemendur á 1 eða 2 borð til að spila en áhuginn var mjög lítill sko. Já. Var spilaði bridge á kennarastofunni hjá þér? Nei, það var ekki. Nei. Ég var einu svona að vinna í verksmiðju, hún heitir Léttsteipan. Við vorum að búa til Holstein, steipa Holstein og svo vorum við að framleiða grillkol. Þetta var alveg gríðarlega sóðaleg vinna. Já. Sementsrík og kólarík í loftinu og í dag hefði þessari verksmiðju verið lokað á vinnuverðareftirlitinu bara 1, 2, 3 en sko það var eiginlega bara eitt sem að dagunni snýrist hann var að 2 á dag þá rifum við okkur úr skítugufötunum inn í kaffistofu og spiluðum bridge. Já, yndislegt. Og stokkurinn var orðinn svo svartur af kólaríki og sementi og ógeði að það var mesta áskorun að sjá munin á spilunum. En ég var samt svo jákvæðar minningar við þetta var svo fallegt. Þarna var fólk á öllum aldri sem einmitt saminaðist þarna yfir bridge spilinu og hérna riku að skítu að spila stokknum. Bridge menning vinnustaða var náttúrulega fyrir nokkrum áratugum heilmikil, víða. Já, víða. Og víða í skólum var spilað á kennarastofunni, sko, en það var aldrei í kvennu. Nei. En hérna, mér langar að segja hann Magnús, sessnöts minn hérna, sko, þeir eru að gera alveg kraftaverkarna nýri bridge-sambandi með að kenna bridge. Er það ekki? Jú, mér finnst það. Og ég var nú að gantast við á daginn að nú ætlaði ég að fara í samkeppni við þá því ég ætlaði að fara að bjóða upp á bridge-námskeið hjá Breiðfirðingafélaginu sem að ég er nú félagsmaður í og er nú mikla ást fyrir. Já. Og ég ætla nú bara að hafa það í 3 skipti og svo mun ég vísa þeim sko á sérfræðingana. En það er enginn búinn að skrá sig ennþá. Þannig að ég veit ekki hvort þetta fær hljómgrunn. En vonandi eitthvað. En flott framtak hjá þér. Já, ég hef gert þetta áður þarna í Breiðfirðingafélaginu. Það er fyrir nokkrum árum. Það var bara dálítið gott námskeið hjá mér sko. Já, ég vildi að ég hefði meiri gáfur til að kenna bridge. Ég reyndi einu svona að kenna konunni minni bridge. Það verður aldrei legið nær hjónaskilnaði heldur. Ég segi nú alltaf hjón eiga ekki að spila svona bridge. Ég er svolítið sammálaður. Það er háskaleikur að hjón spili saman bridge með öllu því adrenalíni og stressi sem að allavega út mjög keppnisverð sko. Já, nákvæmlega. En hérna þetta er samt alveg óskaplega góður leikur fyrir fólk sem hefur gaman af þessu og mér finnst þetta bara alveg óskaplega skemmtilegt. Já. Og Maggi, sko, er það ekki rétt skilið hjá mér að nú er hægt að skrá sig á nýliðanámskeið og framhaldsnámskeið? Jú, og svo á miðvikudaginn, af því að núna er sumarstarfseminni lokið, má segja. Já. Getum nefnt það, þegar í gærkvöldi þá lauk svona allri sumarstarfsemi hjá Bridge-sambandinu. Já. Þá er ég líka með á miðvikudögum. Þá er ég milli 7 og 10 kvöldið. Þá er ég með hérna svona bara frjáls að spila með sko nýlega. Já. Og þú þarft í sjálfu sér ekkert að fara í gegnum bridge-skólan til þess að mæti það. Já, skemmtilegt. Kostar 1.500 krónur og ég er bara á svæðinu og þú mátt alltaf hóa í mig en þú bara mætir, spilar 16 spil eða nær því á 3 tímum og bara létt stemming og engin kennsla beint, bara leyfa þeim að koma og spila. En hægt að leita sér aðstoðar í einhverjum af því að þú ert þarna á staðnum? Já, og mæta einn og ég er oft með aðstoðarmann með mig til þess að fylla upp í borðin svo allir fá að spila. Já. Og þetta byrjar á miðvikudaginn og svo erum við með á mánudagskvöldum nýlega bridge. Það eru búnar 3 vikur í því. Og 50 dögum með framhaldsnámskeið. Já. Og það er sama þar, í kvöld er 3. sinn af 5. Já. Þannig að hver og einn á að geta fundið sér eitthvað við hæfi og áður höfum við rætt að það að stökkið frá því að læra bridge í einhverjum svona nýlega klúbbi og taka þátt í bara skemmtilegri keppni. Það er ekki stórt. Það er margir sem svona ofmeta þetta stökk. Já, þetta er einfaldara heldur en maður heldur, sko. Já, einmitt. Og til dæmis þessi
þessi félagskapur sem að ég hef nú verið mikið í, breytingafélagi, það með bridds á sunnudagskvöldum frá 6 til svona 9:30 og þar ekkert mjög margir, en það mjög þægilegt fyrir nýlið að byrja þar, af því það svona bara mjög ljúft andrúmsloft og reynt að passa að menn séu ekki að stökkva upp á nefsér við andstæðingana. Þannig að bara mæli með því. Heyrðu, það búið að vera frábært að hafa ykkur hér og kæra þakki fyrir að koma og deila svona þínu briddslífi með okkur, með hlustendum og áhorfendum og gaman að heyra þessu með félagskapinn og vináttuna og ég held við tengjum mörg við það að mjög stór hluti ástæði þess að fólk ferðast landshorn á milli. Það einmitt hinn félagslegi galdur og vináttubönd. Já. Og og svo eitt sem ég gleymdi að ræða við þig, þetta ekki alveg frábær íþrótt, frábært spil bara svona til þess að berjast gegn kölkun og hrumleika og ellinni? Ég bara vona það, maður veit aldrei. Nei. En allavega virkar þetta ennþá hjá mér heila búið, svona sæmilega. Já, mjög vel held ég. En maður veit ekki. Mér finnst ég hafa séð einhver rannsóknir það að þetta bara ein af mörgum auðvitað, en frábær leið til þess að viðhalda sellunum því að það nú engin smá hugsun sem á sér staða. Nei, maður þarf að muna og maður þarf að beita rökhugsun. Útilokkunaraðferðin endalaust allt mögulegt, og komast að lógiskri niðurstöðu. Heilmikil æfing í heila starfsemi. Sambandið við það, við erum líka í Kópavogi, MK og ég var þar á kennarastofunni og þar heyrði ég kennara vera að tala það að amma mín eða mamma mín var einmitt að segja mér að fara á briddsnámskeið til þess að forðast kölkun. Já. Ég bara heyrði þetta og ég var að fá mig kaffi eða vatn eða eitthvað við kaffinu og bara þannig að það greinilegt að þetta smá svona í fólki að þetta sé gott upp á Alzheimer og aðra hrörnulega sjúkdóma að vera með spilin í hausnum og vera að spila. Láta heilan vera starfrækja. Mér finnst ekkert fallegra en að sjá kannski 12, 14, 15 ára krakka og nýræðan öldung við sama briddsborðið. Það alveg dásamlegt. Það ekki margar íþróttir sem þú getur haft 70, 80 ára aldursmun og fólk að keppa saman. 99 íslenska landsliði í bridds, þar vorum við með Sigurbjörn Haraldsson sem var þá 19 ára og Ásmundur Pálsson heitinn. Já. Ég veit ekki hvað hann var gamall, 76, 78 sko. Einmitt, þetta var ábyggilega aldrei slegið. Nei. Einhver 60, ég veit ekki hvað þetta sko, 60 árnast í mun. Þetta alveg magnað. Svona bridds. Já. Briddsinn saminar, eyðir kynslóðamun. Hvað ekki gott við þetta spil? Bara allt. Allt gott við það, já. En kæra þakkir fyrir komuna, Ingibjörg S. Guðmundsdóttir og Magnús Eiður Magnússon. Við höldum áfram hér með briddsþátt samstöðarinnar alltaf á 2 vikna fresti klukkan 5 á sunnudögum. Takk fyrir samfylgdina, hlustendur og áhorfendur. Sjáumst aftur eftir 2 vikur.